Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Gestur minn í dag er hún Guðlaug Ágústa Halldórsdóttir sem að flesti kannski þekkja betur sem Gullu í Mámi Má. Velkomin, Gulla. Já, takk fyrir það. Mér langaði svo að forvitnast í rauninni sköpunarferilinn. Þú ert búin að vera í alls konar hönnun og öllu mögulegu og svoleiðis. Í hvað langan tíma? Ég útskrifast 1998 úr myndlist- og handíðaskólanum Já, og síðan er ég bara búin að vera í þessu svona, svolítið kannski on and off, en alltaf svona, togar alltaf í mig. Sálin minn þarf að skapa. sjálfum þarf að skapa, já, það er svo dásalegt. En það er líka svo mismundi hvað fólk þarf að skapa. Svo hvert lá hugur þinn fyrst þegar þú varst að lögst námi? Þá var ég svona, þá var ég ofsalega hrifin og upptekin af innanhúshönnun Já, og ég náttúrulega hannaði þarna veitingastæði sem voru með. Og síðan var ég að gera gardinur og púða og svona ýmsa fylgiliti, töskur og trefla og eitthvað svona dót og var með þarna Mámi Mó sem sagt, svona vestæði í já, bæ. svona vinnustofu eða, Já, þetta var vinnustofa og búð. já, Já, já. Og sko í dag er ég að mála, málverk og það gerir ég bara heima. já, ég sé það, trönuna þannig við hliðina á þér, það er frábært. Já, ég veit. En hérna, þú veist, með hönnunina, hvað rakstu þessa verslun lengi? Ég rak hana til 2006. Já, Já. þannig að byrjaður bara fljótlega eftir að þú, sérst, opnaði hana fljótlega eftir að þú Bara um leið og ég útskrifaðist. Af bara því að drifið ég í ætlaði að hlutunum. fara að gera eitthvað annað, sko. En ég var Nei, auðvitað, veit ekki að þú slíka já. með þessu, sko. Hvaða veitingahús hannaðirðu? Apotek, Bar Já, Grill já, og hérna Jón Pallífist og Má og Ingólfskaffi sínum tíma, Mojito á staði sem voru með uppi á efstahæð þar sem Apotek er já. og marga aðra staði, sko. En gaman og spennandi. Já, já, þetta var Það, mjög skemmtilegt. þú lítur að það fengi bara mikla útrás fyrir sköpunargleðinni í þessu, Ó já, algjörlega. sem er dásamlegt, af því það er svo gaman að hafa eitthvað til að gera. Já, og það er líka mjög gaman að hanna veitingahús vegna þess að það er svo margir sem að koma og sjá þá Já, mína hönnun, sko. já. Og meira heldur en þegar þú ert að hanna. En hefur hannað svona innanhús fyrir fólk, heimilið þeirra? Já, ég fer oft í svona ráðgjöf og vel liti fyrir fólk og raði upp húsgögnum og vel húsgögn og slíkt. Já, og er mikil eftirspurn eftir svoleiðis? Já, það er alveg. Já. Já, Já, ég veit að ein frænka minni nýfluttu, hún fekk svona ráðgjöf til sín. já, það er ekkert allir sem geta þetta og oft eru fólk svo samduna sínu heimili. Þannig að Já, það er svo gott að fá annar manna sýn. já, það er mjög mikilvægt í rauninu, sko, því það er svona önnur svona skoðanaskipti. En þegar þú hættir með Mámi Mó, út í hvað ferðu þá? Þá opnaði ég verslun, svona lífstílsverslun á Laugaveginum sem að hétt þrjár hæðir og það var sem sagt búð á tveimur hæðum með frekar svona dýrmerki Já, og síðan var veitingahús á efstu hæðinni. þú er ekki komið þér út úr veitingahúsabransanum. Ég er komin út úr honum núna. Já, en það er náttúrulega ef maður lærir eitthvað þá, og kann vel á eitthvað, Jú, það þá er gott heldur að maður því áfram. þekkingu. Já, og En hérna, reynslu. já, 2006, já, ég var á þessum tíma var ég svo upptekinn að reka hótel út á landi, ég var eiginlega ekkert í Reykjavík, sko, svo ég man ekki eftir að hafa komið í verslunina hjá þér, sko. Já, þú varst á hellinum. Ég var að Varst. hellum þá, já, þá var ég bara sveitakona. Já, það var nú gaman að koma þangað til ykkar. Já, takk, þetta er náttúrulega dásamlegu staður, það fyrir ekki um milli mála og útsýnið ægir fagurt og það sem ég sakna mest er sjórinn. Já, Af því það var svo gott að sitja bara við gluggann og horfa út á sjóin, sama hvort það var logn eða brjála brim. Það var ekkert síður sko
bara að skynja kraftin í hafinu og allt þetta. Þannig að það að horfa út um gluggan í einu áttin og horfa svo í hinn áttin á jökulinn, þetta er náttúrulega bara toppstæður, sko. Já, það er einhver svaklega góð orka frá sjónum. Já, já, náttúrulega svo mikil hreyfing Já, og hérna, og svo náttúrulega sko, býr hafið yfir bara svo mikill orku og svo vorum við náttúrulega svo lánsum að það voru oft bara hvalir fyrir utan hjá okkur. já, vá. Þannig það voru háhyrningar og maður var bara, vá, það er hvalur og þannig Já, það var æðislegt, sko. já, já. En hérna, úr þremur hæðum, hvert fórstu þá? Hvert fór ég þá? Það var Góð góð spurning. spurning. Já, já, ég var veitir nú við, ég skildi nú hérna 2007. Ég fór í eitthvað ferðalag, langt ferðalag til nei ekki Tíbet, heldur Nepal og Indlands og fór á jókasenter og labbaði Himalajafjöllin. Síðan fór ég að vinna í bandaríska sendiráðinu Já, og var þar í nokkur ár og síðan um, opnaði ég hérna veitingahús í Ingolstræti og flutti það síðar upp á Skólavörðustíg sem heit Fiss. já, Og svona, ég hitti þig þar einu sinni. já, Já, á já, skólaverðstígnum, já, já. einmitt. Það er náttúrulega skólaverðstígurinn er orðin aðal gatan í miðbæ Reykjavíkur. Heldur betur. Það Og hefur þessi heldur, veitingahús er blómstrætt í dag og það er mjög gaman að því. já, er það ekki? Seldir hann eða ertu ennþá að Já, reyna? Já, ég held hann og hætti núna Salka Valka. já, 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 ég hef séð að það er veitingastæður í húsinu, sko, þannig að ég fylgist með annars slagið. Ég er bjórindalinn í miðbæði fyrir nokkrum árum síðan í tiltölulega stuttan tíma, þannig ég kynntist aftur miðbæðilífinu en þegar ég var krakki þá átti ég heima á Kárastignum. Já, ok. En þá var sko, það var risalátt að fara frá Kárastíg út á Freyjugöturóló. Maður var svo lítill og heimurinn var svo stór og ég man að einhvern tímann þá stalst ég þangað með stærri stelpu og fekk heldur betur skammir fyrir að fara svona langt að heiman, sko. Það Já, var valla bíll á keira á götunni yfir daginn, sko, þannig að þetta var náttúrulega bara rólegt hverfi í rauninni, pínlítið eins og svona í útkverfi Reykjavíkur, sko. já, einmitt. Þetta er Þannig að mjög það breyst þarna. breyst alveg rosalega, sko. Og Mm. svona, já, mér finnst einhvern veginn, hvernig finnst þér breytingi sem hefur orðið á Reykjavík, ég meina út frá hönnun og öðru þess áttar? Sko, ég er mjög ána með að það er búið að fylla upp í marga ljóta lóðir. Ég er Já, ána með það. Það er komið svona meiri heildasvipur og Reykjavík er orðin svolítið fallegri, finnst mér. já, En ég er ekki sátt við þessi bílastæðismál og ég er ekki sátt við hérna, að það skulle alltaf vera að taka akreinar í burtu og þrengja og gera umferðina meiri og þyngri af því að við erum ekkert að fara að hætta að nota bílinn. Veðrið hérna er þannig já, að við þurfum að nota bíla. já, Þannig að þetta er svolítið misheppnaðar aðgerði finnst mér og kosta allt of mikið og já. já. En finnst þér ekkert að þessi orðið of mikið að háhýsum í miðborginni? Sko, jú, reyndar, ég hlustaði á einhvern arkitekt sem sagði það að hérna, veður útreikningar segja það að við á Íslandi eigum ekki að byggja hærra heldur en 3 hæðir út af vindunum hérna Já, og ég getur alveg samanlega því að það kemur sko þegar húsin eru há þá kemur vindur á milli þeirra já. sem er ekki gott. Þannig að, og við höfum nóg að landi, þannig að okkur erum við að byggja svona hátt. Mér finnst, sko, það sem mér finnst í stambandi við Reykjavík núna er að mér finnst Reykjavík vera orðið svolítið svona skuggabær. Það er að segja þú fernir í bæ og það er sólríkur dagur og þú ert bara, það er bara skuggi alveg yfir götuna. Já, það er meiri sér á laugaveginum, öðrum megin, en bara skuggi Já, og þetta er ekki nógu gott, þannig að við þurfum sólina, við þurfum sólina í húðin okkar og augun, við þurfum, þá sjaldan hún er, þó hún sé nú búin að vera mikið í sumar, að já, við þurfum að taka inn sól. já, Við alveg þurfum sól. nöðsilegt, sko. Og einmitt án þess að vera með gleraugu.
Já, Það akkurat. er svo mikilvægt. Þannig við þyrftum að fara út að ganga á morgnana án glerugna og ekki Já, vera alltaf, og ég get alveg tala skamma sjálf mig því ég er mjög gjarn á að vera með sólgleru já, og hérna að muna að taka þau niður. Ef maður situr einhvers þar í sólinni, að taka þau þá niður og leifa sólinni bara skína í rauninni í gegnum augnlokin okkar. Við tökum alveg sólinni eins og leys. já, einmitt. Og Eða ekki, með, eða með ekki nota vörn, já, ég er alveg á móti því. ég líka. Já, 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 það er sko, við höfum í þúsundir ára búið á þessari jörð og allt í einu núna síðustu 100 árin þá erum við að maka, eða ekki eins og 100 árin, kannski síðustu 50-60 árin, þá erum við að maka á okkur hérna vörð til þess að blokkera að sólinn í rauninni fari inn í líkamann. já, Þannig við erum akkurat. ekki að fá ljósið sem að er í rauninni lífæð okkar, Já, bara akkurat. ljós og vatn. En hérna, að ég hef séð sko svolítið að mynduninu þegar ég hef verið hérna, að skrolla á Facebook eins og maður gerir. Hvernig svo ferðu úr þessu hönnun og þú ferðu úr þessu svona innréttinga og svona yfir í að mála og með hverju ertu að mála með akríl eða olíu eða vasslitum eða öllu? Já, ég nota bæði akríl og olíu Já, og sko ég hef alltaf verið að mála. Ég hef alltaf sótt námskeið og bara frá því að ég áður en ég fór í mynd og hand, sko. Þannig já, að það er alltaf fylgt mér. En svo núna þá, ég hef alltaf hugsað líka, þegar ég verið eldri, þá ætla ég að einbytta mér svolítið meira að mála. Og já, nú er komið að því, sko. já, Þannig að- Og það er svo góð útrás fyrir mig. já. Nú Já, sé ég og það er eitt málverk á bak við þig. Er það fullklárað eða er það í miðjum klíðum? það er í vinnslu, sér það? Já, Já, fallegt, já, takk. Þannig að það, svona, ég er með mörgu vinnslu. já. Ertu að halda sýningar eða ertu að selja einhver stað þar sem fólk getur, þú veist, nálgast Já, meiri? ég er að fara að halda sýningu á Dixon á Laugaveginum, En sem er spennandi, ótrúlega fallegur staður, sem já, er svona lounge. Og ég mun gera það einhvern tímann í kringum mánaðamótin nóvember desember. æðislegt. Já, Þannig það er þetta að koma að kaupa jólagjöfina á já. hérna sýningunni, já, það er frábært. En æðislegt, það er hérna skemmtið. Dixon er númer hvað á laugaveginum er það aftur? Um, mér minnir að sé 20. Það er sem er á móti yfirni, þú ferð inn svona port. Já, Það er sko sömu megin og Brynjar var og já, hérna til já, kaffi. já, 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 ferð já, inn hérna er port við hliðin á 10 dropum. Og þetta er alveg rétt. alltaf Já, fallegu staður. já, já. Æðislega, gaman að vita það. Ég, hérna, þegar þú ert að mála, sækir bara svona inspirasjón í ímyndunaraflið eða ertu með einhverja fyrirmyndir? Oft er ég nú bara svona, eins og ég segi, að bulla bara. Það er gott bull, já, Nei, ég ger alveg bæði. Ég er svona svolítið að fikra mig áfram með, ég hef verið að mála fjöll, svona fjöll í tóku og svo núna, já, ég er svona bara aðeins að þreifa mig áfram og reyna svona að tengja mig inn á flæði og finna út úr hvað, hvað sáli mín vill koma út. yndislegt, yndislegt. Þetta er alveg frábært, já. Mér finnst þessi mynd nefnilega sem þú varst að sýna okkur, mér finnst þú vera svo andlegsælis. Já. Mér finnst það nú mjög líklegt að þetta verði allt andlega myndir fyrir rest. Það er dásalegt. Það er náttúrulega líka við erum að skynja heiminn á svo allt öðruvísi hátteldur en við höfum gert áður. Já, það er mikil opnun í gangi og fólk er að tengjast betur inn á sitt innsæi Já, og vonandi eru sem flestir að huglega.
vonandi, já, já. En það er sko, fólk fattar oft ekki að það er alveg nóg bara að setjast niður í 5 mínútur þess vegna. Já, og fólk verður líka átt að segja því að það á ekkert endilega að fá einhverja upplifun. Nei, Það á freka bara að tæma hugan og losa sig við hérna kvíða og stress og slíkt og áhyggjur og þá færðu miklu skýrar sín á bara daglega tilveru sína. algjörlega, algjörlega sammála, já, Hugleiðsla er ekki, það kemur nú alveg stundum að maður fær eitthvað svona óbærslega gott til já, sín. já, Það kemur alveg fyrir, en maður á ekki að vera með væntingar. Þetta er aðeinslega bara að kyrra hugan og leifa hugsanum að renna svona í gegnum hann. Þá er takmörkinu náð, sko. já. Það er þessi innri kyrrð sem við erum að leita eftir, sem að er Já, oft svo, við erum oft svo óróleg. já, og þá erum við ekki okkar besta. Nei, langt þar í frá, sko. Hugleiður áður hún sest niður til að mála? Já, ég geri það. Ég hugleiði tvisvar á dag í hálftíma á morgnana og svo hérna seinnipartin. Já, Og ég býð oft um að fá til minn hvað ég á að mála. Og það kemur frábært. stundum Já, ekki. já, 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 ég meina, sko, ef maður ekki spyr, þá fær maður ekki svar. Nei, Svo það er nákvæmlega. um að gera að spyrja og byggja um leiðbeiningar til þess að vita hvert maður á að fara. Ég nota Já, mjög mikið spil, dreg spil á mótnana og skoða býtu hvaða leiðbeining eða hvað er efst á baugi hjá mér í dag og hvað ég að vera að skoða og eitthvað svona. Þannig að já, það er mín leið ég og svo ger það náttúrulega líka. huglega. Já, Já, minnst það mjög, stílinn er hjálpleg, sko. já. En varst ekki að gera eitthvað með gleri? Sá ég ekki einhvern tímann eitthvað að þú hefði verið að gera eitthvað með Jú, jú, ég var að gera það. Ég var að gera svona kertasega, sérðu það? Já, Þá sem sagt, finn ég sem sagt gamalt gler og kristal og lími saman. já, en skemmtilegt. Já, og þetta er endurunnið. Þetta er endurunni, sko, ferðu þá bara í kólaportið að finna, Já, og líka ég reynir svolítið að ná mér í efni ellendis þegar ég fer en, ellendis. já, en skemmtilegt. Það er svolítið svona kannski öðruvísi heldur en fæst hér. Já, hefur Þannig verið að bjóða þetta í sölu í einhverju verslunum? Nei, reyndar ekki. En ég verð með það á sýningunni líka. Já, Svo frábært, getur fólk hefur átt samband við mig og gefur bara hérna heim og skoðar og það er fullt til. en skemmtilegt. Ég Mm. sé fullt að gleri sko á bak við þig, en er það þá bara Já. eitthvað sem tengist málingunni, eða málunni? Svo getur þú segja hérna upp á píanónu, sérðu? Vá, en flott. Þetta er æðislegt, já. Og það er engin tveir eins, þannig að það er alveg skemmtilegt Það er líka. engin sem þarf að fara í flæki við því að mæta í heimsókn einhvers staðar annar staðar og það er já, ég skil, já. Engin Það tveir eins. er engin tveir eins. En svo laumaður þér í annað nám fyrir ekkert löngu síðan. Já, ég tók löggildinguna í fasteignasölu. Svo þú ert fasteignasali svona inn á milli þess að þú málar eða gerir eitthvað skemmtilegt eða sitt. Já, já, emmitt. Ég En hérna, fór að vinna á fasteignasölu og það pyrraði mig að kunni ekki jafn mikið á hinir. Þannig að ég dreif mig í námið gott, já, og þetta reyndist bara að vera skemmtilegasta nám. já. Hvað finnst þér skemmtilegast við það? Mér fannst lögfræðin skemmtilegast. Já, Já, og ég var hissa á því. Ég já. held að hún var svo leiðileg. Er þetta ekki hvað, 2 ára nám eða? Jú, Já, en svo við starfið, þú náttúrulega ert búin að vera í rauninni sölukona alla þína já, tíð, þó þú já. hafi verið hvort þú átt að selja veitingar eða eitthvað annað, þannig að það er hérna, svo, Ölukona, ég er nú aldrei, já, ok. nei, nei, sko, í rauninni, þú veist, góður sölumaður er einhver sem getur kynnt fyrir fólki eða sýnt í eitthvað sem það skynjar á annan hátt heldur en, þú veist, bara að horfa á vegg eða eitthvað, skilur hvað ég við? Já, já, ég skil það, já. Jú, jú, ég hef mjög gaman að selja fasteignir. Já, Ég er hef mikið áhuga á húsum.
í rauninni. Já, Og hefur náttúrulega, það átt, sko. já, fylgir svolítið þessari hönnunarþörfinni Já, einmitt. og því að endurbæta og ertu stundum að Já, benda fólki á hvað það getur breytt eða kaupir húsin eða, já, já, ég geri það já, alveg algjörlega. Læta snurfusa aðeins til svo, svo, svo sölu möguleikarnir séu meiri. já, Já. Það ég er á lögheimili sem er í Hlíðasmára 2, já, beint á móti sýslumanni. alveg rétt. Hverjir eru með þér fleiri? Það er Guðrún Hulda, hún er lögfræðingur, hún Já, ástofuna. já. Síðan er Eggert Ólafsson og Ólafía Ólafsdóttir. Já, Þannig þið eru svona gott teymi, lítið já, og þétt. já, einmitt. Og mæturu í fasteignasöluna á hverjum degi eða tekur þér frí annars slagi til að mála eða hvað gerur? Já, ég fer svona, já bara eftir þörfum sko. Fast Já, eftir það gengur fyrir að því að ég get málað í frítíma mínu skil það, já, 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 skil það. og ég get þess að mála fram á nótt ef að það henda mér. Það ert í stuði, já, Já, já. að því þegar maður er að mála þá gleymir maður stund og stað og tíma sko. Ekki það, þegar maður er að gera eitthvað þegar ég sitt og er að skrifa þá gleym ég að standa upp, skilju, þú veist, ég er Já, inn í textanum alveg hreint, þannig að ég þekki alveg þetta, þetta er bara, það er annars konar sköpun en maður bara festist inn í því sem maður er að gera. já, sköpun er þannig, hún bara flæðir Já, og þú veist, og maður bara heldur áfram á meðan hún flæðir. já. Ég er svo spennt fyrir þessari mynd sem við erum að horfa, búin að horfa og ég er að spá í, er, upplifir að þessi er langt í að hún sé tilbúin eða upplifir hún sé svona nokkurn veginn tilbúin. Hún er næstu tilbúin en sko mér finnst það gott, ég þarf að stundum að horfa á myndirnar Já, og stundum þurfa það bara sinn tíma já, og svo getur kannski heyrði, já ég ætla aðeins að laga þetta og ég ætla aðeins að breyta hér eða bara heyrði, jú hún er fullkomin. Þú veist, myndirnar þurfa líka einhvern veginn að fá að tala til mín, sko, ég er ekki já. bara, Ekki þetta er bara þú. samskipti. Þetta er samspil, já, það er það, já. Já. Og svo bara, hvernig við segja, það stöðvast þegar þetta er tilbúið. Já, Þa- nákvæmlega. Þá Þannig veitu, að þær þurfa smá tíma, sko. Þess vegna er já. gott að vera með margar í vinnslu í einu. Hvað heldur þú verði með marga myndir á sýningunni núna í nómber, eða nómberlokk? Eh, bara sem flestar, sko. Ég þarf aðeins að skoða rými betur, sjá Já, hvað ég kem fyrir. já, En ég meina, já, það var örgulega. Ég vonandi kannski eitthvað 30 myndir, kannski mjög stórar. æðislegt, Já. æðislegt. Skemmtilegt hvað þetta gera, mér finnst þetta, og ég hef ekki hugmyndu um að vera í fasteignasali. Er það ekki? Nei, Nei. ég, það er svona manneska sem er að búi til kertastega og mála myndir og gera alls konar. Þetta getur rugla fólk svolítið, kannski. Já, ég bara, kannski út af því ég hef ekki verið að leita að fylgjast með fasteignaauglýsingum eða eitthvað þess að dæma, það náttúrulega þarf líka að gera það til þess að vita hverjir er að vinna í þessu, en hérna, mér finnst svona ferlið þitt mjög skemmtilegt, þú ert algjörlega að skapa þinna eigin veröld sem slíka, sko. Já, já, takk fyrir það. Nei, af því að ég meina það er, þú ert búin að finna starf sem er þykir skemmtilegt, þú hikar ekki við að fara að læra, að við getum alltaf Nei, lært, það er náttúrulega ég stóra málið í elska þessu. læra, sko. Já, og Já. og þið þótti gaman að lögfræðin, ég alveg hérna, þú veist, Nei, hún kom mér svo skemmtilega óvart, sko, hérna. Æ, það er svona, maður þarf að grafa, maður þarf að svona finna út úr hlutum. Þetta er svolítið svona eins og að vera spæjari, sko, ef já, að það er að flytja mál og þú þarf að finna fordæmi og þú þarf að finna smugu og þú veist, ég er svona grúskari líka í eðli mínu, þú veist, ég elska að grúska. dásamlegt. Já, Í hvað stjörnumerki ertu?
Ég er vasperi en ég er rísandi og með tungli tvíbura. Já, já, týpurinn elskar náttúrulega að vita, Já, einmitt, að einmitt. finna upplýsingar, koma Já, upplýsingum á framfæri og eitthvað. já, Mjög spennandi. Og hann líka mjög fjölhæfur. já, tvíburinn. Já, það er Já, sko í svona tjáskiptum, samskiptum við fólk. já, ok. Þess vegna sagði sko, þú ert góð ég get sagt sölu maður eða sölu kona, en ég meina ég veit að þér er svo eðlilegt að geta komið skilaboðum á milli sem að fær fólk til þess að skoða, já, þetta væri mjög sniðið fyrir mig. Já, já, einmitt. Þú veist, það er það sem það er hæfileikin í þessu yndislega lífi. Já, já, einmitt. Ég hef alltaf verið, eða sko, mér finnst ég bara yfir höfuð eiga mjög góð samskipti við fólk. Já, Þú veist, ég er alveg upp í því að vera kurteis og svo, þú veist, reynir maður bara að vera í kærleikanum. Hvað gott fólki? besti staðurinn, besti Já, staðurinn. En sko, Vassberinn á líka mjög auðvelt með að bæði tala við fólk og í rauninni að vera innan um fjölda. já, ok. Af því það er ekkit allir, sko, þú veist, sem eiga auðvelt með að vera innan um mikið af fólki, Nei, en Vassberinn hann nýtur sín vel í stórum hópum ok. Það er gott að vita. og þú getur komið svo, hvað ég segi, þú þarft ekki endilega að verða mjög persónulega tengd, skilur, en þú getur komið alls konar skilabóðum á framfæri. Já, einmitt. Mér finnst mjög gaman að fræða fólk. Já, Ef það nennir að, ef hann er að hlusta, já. já, ef það nennir að hlusta, já. En það er líka sko út af því að tvíburinn, hann er með þennan eiginleika að hann er með einhverja hugmynd hér og hann er millistykki til að koma inn hingað. Já, ok. Þannig þú ert að bera upplýsingar á milli, þú ert miðlarinn í upplýsingunum og þess vegna svona fjölmiðla fólk og fólk sem að getur talað við alla eða aðra eða getur skýrt út hugsanir sína, það er oft mjög góði tvíburar sko og fréttamenn og svona. Já, ok. Þannig En þú, í hvað merkir þú? ég er sportryggi Ó, en já, en ég er ísendi tvíburi líka eins og þú. nú, ok. Já, þannig að þess vegna segir sko, ég fór í viðtal í podcasti fyrir stuttu síðan og og að stúlkurnar sem byrði mér að koma til sig þá sko hvað heldur þetta verði lengi hvað megum við spyrja og eitthvað og ég segi, bara spyrjið ef ég fæ að tala þá tala ég endalaust að því það sko það er þegar maður kemst að stað þá segir maður bara frá. Já, Upplifir emmi. það ekki líka? Jú, jú, ég geri það alveg. En ég er samt, sko, mér finnst stundir líka bara rosa gaman að hlusta á fólk. Já, en þú ert líka að safna upplýsingum. Já, nákvæmlega. Svipurinn gerir það líka, sko. Ég er Já, alltaf hlustandi á eitthvað. já, Ekki mikið fréttir, en alls konar efni annað. já, Þannig, þú veist, og að læra, alveg sama hvað það er sem ég er að hafa áhuga á, þá þarf ég að kafa onni það, sko. já, Þannig emmi. það er svo yndislegt. Ég er svo þakklátt fyrir að þú skildi segja já við að koma í viðtal til mín, mér finnst það æðislegt og svo gaman að fá að kíkja inn í þennan sköpunarheiminn sem ég finnst alveg frábær og ég náttúrulega bara óska þess að málverka sýningin gangi einstaklega vel. Já, takk fyrir það og bara takk fyrir að vilja taka viðtal við mig. Já, ég held að það sé nú ekki spurninga. Það er sko, uh, það er kannski bara svo holdt fyrir fólk að hlusta á konur á okkar aldri að við erum að gera nýja hluti. Já, einmitt. Við stoppum ekki, við höldum bara áfram. Já, mér finnst svo fallegt ég heyrði einhvers staðar um daginn, sko, fyrsta helmingina æfiðinni, þá ertu að mótast sem persónleiki
seinni hlutan á æfinni, þá ertu að fara að sinna sálinniðinni. Og þá verður fólk oft svo djúpt þegar það fer inn á við og það fær gera svo fallegir hlutir í kringu það. Já. Þetta ekki sammála því? Jú, þetta er svona, kynverar eru með þá kenningu að við förum í gegnum 7 sinnum 7 ár Já, sem eru fram að 49. 7 sinnum já, 7 eru 49. Á þeim tíma erum við búin að fyrst að vera bara við að reyna að fatta hver við erum þangað til að við erum orðin 21 eða eitthvað skilur eða 28 og svo oft eignast við maka og börn og þá fer tíminn í það og það er eiginlega ekki fyrir en við erum komin á þennan aldur í kringum 50 að sérstaklega konur fara að spá í hei, en hvað með mig? já, hvað á ég að gera við líf mitt, þú Já, veist? Það er já, fullt eftir og nú ætla ég að fara að gera það sem mér er skemmtilegast. já, það er málið. Það var Já, gaman sko. já, Og þú hefur alveg hitt naglan á höfuðu með það, það er alveg greinlegt. það er alltaf aldrei alltaf bara gaman, sko, en Nei, það er aldrei alltaf bara gaman hjá neinum, því ef það væri alltaf bara gaman þá væri þetta bara dálítið ömulegt. Við verðum að fá smá mótbárur, annars lagi við verðum að taka á hlutunum aðeins og svona og leysa mál. já, En við og getum pláss leyst um í jákvæðum huga. já, nákvæmlega. Við stjórnum því svolítið. Hvað ætlum við að vera? Ætlum við að vera í jákvæðninni eða neikvæðninni? Það Já, er alltaf valið okkar, sko. alltaf hreint, sko. Alltaf hreint. En ég bara takk æðislega fyrir að koma í viðtalið. Takk fyrir mig. Yndislegt að fá þig í heimsókn Gulla í Mám í Má sem að er löngu í fortíðinni en hún er bara Gulla að mála myndir. Yndislegt. Takk, takk. Og ég minni ykkur á sem hafi verið að hlusta á okkur endilega smetla á like og subscribe til þess að deila þessu efni sem víðast og þess vegna deila til vina líka. Það er bara yndislegt. Takk fyrir.